Gott kvöld og velkomin í Kompás. Að stórum hluta snýst lífið hjá fjölskyldu í Grafarvoginum að annað 16 ára úrling, Ragnar Þór Valgeirsson. Ragnar með sjaldgæfan og ólæknandi taugahrörnunarsjúkdóm og í kvöld fáum við einstaka innsýn inn í líf hans og fjölskyldu hans. Þau þurfa að glíma við fjölmarga erfiðleika, en gleðin þó alltaf skammt undan. Í lífi Ragnars Þórs tölvan nauðsynlegt tæki. Það eyðir hann löngum stundum við að semja tónlist og búa til listaverk. 2 ára skeið hefur Kompás fylgst með Ragnari og fjölskyldu hans. Hver klukkustund þaulskipulögð. Ég fæ bakverki, ég fæ magaverki og fæ mikið magaverkum og ég fæ þá oftast á mótnana, og ég verð mjög slappur. En ég ekkert, ég verð ekkert einhver aumingi fattari og ég ekkert á vælindagi fattari. Ragnar Þór 16 ára, en hann engin venjulegur úrlingur. Hann bundinn við hjólastól og hefur aldrei gengið. Ársgamall greindist Ragnar Þór með alvarlegan taugahrörnunarsjúkdóm sem heitir Spinal Muscular Atrophy, skammstafað SMA. Sjúkdómnum fylgir ekki vitsmunaleg hrörnun, en hann ólæknandi. Pétur Lúðvíksson barnalæknir hefur fylgt Ragnar eftir frá greiningu. Þetta sem sagt rýrnun í ákveðnum frumum í mænunni sem gera það verkum að straumurinn út í vöðvana ekki nægur og vöðvarnir verða þar af leiðandi slappir og hafa ekki nógan kraft. Hvernig að eiga Ragnar sem bróðir? Það bara mjög fínt, Mjög gaman. Hvað þið að gera saman? Við erum oft í tölunni og bara, skemmt okkur þannig. Þegar hann fæðist og elst upp með að hann það mjög miklu munninn og... Já, hann gerði til dæmis bólinn hana. Við tölum saman bara tölvur og bíla og... tónlist og alls eins. Hann búinn að afsanna ýmislegt hann Ragnar Þór og það meðan það hversu háan lífaldur hann hefur náð. Hann 16 ára gamall. En þetta fyrir hönd var náttúrulega rosalega erfitt verkefni að takast á þetta og við náttúrulega tókum það ákvörðun saman að við myndum gera þetta að fjölskylda myndi reyna að lifa bara sem svona normal, eðlileg fjölskyldulífi og við höfum reynt að gera það. Hjúkrunarkonan komin til að gera Ragnar kláran í morgunbaðið. Klukkan 20 mínútur yfir 9. Ég vakna, ég læt snúa mér. Misoft, en oft. Ef við tölum nóttina, þá hef ég talið mest 43 skipti frá 11 frá því ég fór upp í rúm 11-leytið og þangað til hann vaknaði rétt rúmlega 8. Svoleiðis að það var ekki góð nótt. Þá þið þá að fara inn til að sinna honum? Bara hann kallar og við kannski snúum honum aðeins, lögum til höfuð, hendurnar, lappirnar og svoleiðis að þannig þetta og ég til dæmis ég betri fyrirpartnætur og gíða seinnipartnætur. Þetta bara, hvað köllum við þetta, bát?
Nei, bara eða baðbekk, já. Og þá það hérna svona slanga sem að fer bara hún í baðið og svo bara sprautað yfir hann og baðið. Það eru fjölmargir sem koma að umönnun Ragnars, þó fjölskyldan sé þar fremst í flokki. Hann þarfnast sólarhrings umönnunar. Mamma! Apa? Sjúkdómurinn hefur gengið hart að líkama Ragnars Þórs. Fyrir 9 árum kom Ragnar og fjölskyldan fram í Íslandi í dag. Þá var hann 7 ára gamall og satt uppréttur í rafmagnshjólastólnum. Ragnar, hvernig ferðu að því að stjórna stólnum þínum? Hreyfir bara putt. Þú hreyfir bara fingurinn? Já. Og hvað gerirðu? Er þetta í hringi eða ákveðni punktar? Hvernig gerirðu þetta? Það kassin onni sem ég bara fyrir svona áfram þess átt og ég fyrir svona áfram áfram, svona aftur og svona hliða, svona þess. Stóllinn sem Ragnar notar nú flóknari en sá sem hann notaðist við fyrir 9 árum. Nú liggur hann í stólnum. Hann hefur styrk í höndum og getur með einum putta komist allra sinna ferða. Ef ég væri ekki með eitthvað styrk í höndunum, þá væri ég illa komið. Að ég nota hendina í allt. Og ég meina það sem ég nota mest tölvan. Það einnig það sem ég get stjórnað 100% fyrir mig. Og það svona einu staðan sem ég á það fyrir mig. Og ef ég gæti ekki nota hendina, þá myndi ég sannlega, ég veit ekki hvað myndi ég, en maður myndi örugglega finna eitthvað aðra leið. Mestallan vökva á næringu fær Ragnar í gegnum svokallaða sondu, en það slanga sem þrættir í maga Ragnars. Ég borða alltaf eitthvað, ég reyna að borða og næstum að skipta í smakka. Það gefa honum hérna bara ferskan djús í sonduna fljótlega og ég vil þá gefa hann að pressa í safa, ég nefndi hérna ekki núna. Svona persónasafa. Þetta nú fersku safi. Marg halda að maður finna eitthvað gett fyrir að fá eitthvað svona inn í ústin síðan. Þannig að þegar maður fyrir að drekka þá finnur ég ekkert vatnið skella á maganum. Það bara, maður finnur það ekkert. Það gefa honum eitthvað lyfi í gegnum sondu og ef ég þarf að koma einhverjum, ég gefa honum jurti líka og svona ýmislegt. Þá fer það bara í gegnum sonduna. Við leggjum alltaf svolítið upp á kvöldmatnum. Borðum reynda líka frekar seint af því að sá yngsti og þeir strákarnir æfa íþróttir sko. Komum seint heim en við borðum held ekki fyrir 8:30 á kvöldin til allir bara saman. Ragnar var femtur vorið 2006, það leyti sem Kompás fór að fylgjast með fjölskyldunni. Bubbi Mortens kom og spilaði fyrir Ragnar í veislunni. Veit ekki hvað vakti mig, við liggja veistu. Tölvan helsta samskiptatæki Ragnars. Þar spjallar hann við vini, hlustar á tónlist og tekur upp með vinnum sínum. Frá barnsaldri hefur Ragnar haft áhuga á tónlist. 7 ára fór hann í kirkjukór og stuttu síðar eignaðist hann hljómborð. Sökum sjúkdómsins minnkaði getan til að fást við tónlistina. En fyrir 2 árum breyttist allt. Svo í 8. bekk þá keypti ég mér tölvu, Apple. Og hún sko, breytt í rauninni þessu tónlistardæmi mínu. Vinir Ragnars í heimsókn að klára lag sem hann samdi. Hann hefur náttúrulega alveg snilldar tónera, hann Ragnar. Já. Semur alveg rosalega skemmtilega tónlist. Byrjaði að leika okkur, svo fórum við að færa okkur yfir 2 rosamixer,
Fórum að bæta ofan á það. Núna komum með bara fullt skrifborð af dóti. Það bara fíknin hans, Ragnars, tónlistin. Sko þegar ég búið til tónlist þá maður gefa spurt með eitthvað hvað þetta hugsa þegar þú búið til tónlist. Og ég svar alltaf bara ekki neitt. Þetta bara tónlist. Ég meina ég geti ekkert eitthvað svona geðug pæling eitthvað. Nú verð ég að semja sorgina eða eitthvað. Ragnar hefur nýlokið fjarnámi í upptökuskóla í Boston þar sem hann lærði að taka upp og hljóðvinna tónlist. Ég langar að gefa tónlist, alveg klárlega. En ég vil ekki gefa út eitthvað drasl. Og þar sem ég hef ekkert að búið til eitthvað meistarverk, þá hef ég ekki hugsað þannig til, nei. Þú gerir þetta almennilega? Ég vil ekkert, já. Ég hugsaði þannig að ég vil ekkert að koma eitthvað drasl og vera þekktur fyrir eitthvað drasl. Annarkvæmt vil ég bara þekktur fyrir eitthvað gott eða ekkert. Rannsóknir sýna að daglegt líf fatlaðra unglinga getur verið þeim mjög erfitt. Þeir upplifa sig einangraða. Ragnar Þór ekki í þeim hópi, hann gerir sig grein fyrir annmörkum sínum og skipuleggur líf sitt út frá þeim. Þennan dag átti Ragnar að fara í Borgarholtsskóla til að ræða við skólastjóra nám sitt þar næsta vetur. Og vinnum mikið að tölvu? Já. Alveg mikið? Mjög mikið, já, vegna þess að náttúrulega stór hlutina, mikið hluti af þessu námi fer fram þannig. Ég ætla í Borgarholtsskóla, það er pælingin. Ef allt gengur vel og ég ætla á listabraut. Þess að margmælun og grafískon. Það er eitthvað ég. Áhugi Ragnars á myndlist hófst þegar fjölskyldan var með skiptinema á heimilinu. Síðar málaði hann á striga með vini sínum, en nú hefur tölvan tekið yfir. Og núna er ég alveg í grafíkinni. Photoshop og Illustrator og eitthvað svona fínur forðin, sko. Já, ég hef alveg að gæla við að vera að selja myndir eða eitthvað. Og það er bara eins og það bara kemur það kemur. Hvernig fer þetta með hjónalífið? Það er bara sett til hliðar, nei. Það er náttúrulega, auðvitað, það er bara hellingsálag. Það er engin launung á því. Nei, þetta er bara... Við erum með fullt hús af fólki alltaf, þó að daginn í dag eins og við erum búin að vera hér í dag, en það er alltaf bara fullt hús af fólki og samt sem áður þá komumst við reyndar mjög lítið frá, sko, bæði einu. Við hefum ekki gert það. Það er mjög erfitt að dekka heila helgi til að fá 24 stundir fyrir okkur til að dekka eina helgi svo við komumst í burtu. Þá erum við að tala um allan sólarhringinn. Sko dekka þýðir að dekka helgina pluss backup. Já, menn ef það er veikindi. Klukkan er orðin 3 og sjúkraþjálfarinn er kominn. Ég lét það vel í sjúkrahúsinu, sko. Ég ætla að vera í sjúkrahúsinu þá ég var hvað ætla ég að gera all. Þú verið nokkra mánuð? Nokkra mánuð, já. Og já, þetta er bara mjög eðlilegt fyrir mér, sko. Hann er komið með kreppur í bæði fætur og hendur og svo er hann með slæma hryggskekkju. Maður er náttúrulega bara að gera þetta rólega því að það er hætta á að maður náttúrulega meiðan ef maður gerir þetta fast. Hann er orðinn svolítið brothættur. Hann er ekki staðið í fæturnar. Aldrei sjálfur en þegar hann var lítill þá stóð hann í standbretti. En það eru mörg ár síðan, þannig að þá verða beinin stökkari. Reglulega þarf að blása lofti í lungu Ragnars til að hindra slímmyndun. Ef Ragnar fær kvef eða hóstar og þá verður maður drullur hræddur. Því það er það sem hrjáir, eða það sem er með þennan sjúkdóm og þetta eru öndunarfærasýkingar, ef hann fær bara kvef, það er fljótt að fara í lungun og það er bara mjög slæmt mál. Maður sér hann aldrei eiginlega skipta skapi, hann er bara alltaf bara í svona léttu skapi. Og samt veit maður að það er ekkert alltaf sem honum hefur liðið vel, sko. Náttúrulega líkaminn er að ofta valda honum vandræðum, en hann heldur alltaf sínu jafnvægið og ró yfirleitt honum.
Klara er ein af 5 aðstofumönnum Ragnars. Hún er með honum yfir daginn, sinnir hans daglegu þörfum og er til staðar. Ég hef þekkt hann í rúm 2 ár og það er alltaf bara eins og við höfum þekkst bara frá því við vorum lítil. Bara við höfum náðu að vera mjög góði vinir og það er alltaf gaman að vera með honum. Maður lærir náttúrulega mjög mikið, maður er bara þakkláttur fyrir að vera alveg hraustur og heilbrigður en eins og ég segi, hann kvartar mjög lítið og er alltaf glaður svo maður sér, ég sé mjög lítið veikleikan og fötlunina. Mér finnst það versti að fullorðið fólk stoppir og starir á hann og hann tekur sjálfur auðvitað eftir því. Þá á ég mjög erfitt með að halda mér og grípa ekki inn í og spyrja hvað er í gangi. Ég skil að þegar litli krakkar horfa og það er allt annað mál en þegar fullorðið fólk horfir og starir og bendir og bara tekur ekki tillit, mér finnst það mjög sárt. Þú getur ekki sagt neitt, bara glápa á móti. Hann er bara eins og típiskur bara táningur með öllum þeim kostum og göllum. En það er ekki auðvelt að vera táningur, á mörkum þess að vera barn og fullorðinn. Freyja Haraldsdóttir hefur verið bundin við hjólastól frá unga aldri. Hún stundar nú nám við Kennaraháskóla Íslands. Ásamt bekkjarfélögum gerði hún ritgerð líðan unglinga með fötlun. Ritgerðin fjallar Ragnar Þór og niðurstöðurnar eru áhugaverðar. Okkar niðurstöður náttúrulega spanna aðalega bara Ragnar og hans viðhorf en hann sýnir fram á alveg ótrúlega mikið styrk og náttúrulega horfist alveg augum við og viðurkennir bara það erfiðleika sem að fylgja því að vera fatlaður unglingur. Ég lít bara á þetta líf bara eins og hver annar í rauninni og ég tala alveg við minna alveg eins og hver annar þannig sér sko. Og ég, eins og hann, ég er ekkert að velta mér upp úr hlutunum sko. Auðvitað bælir maður í því eitthvað tíman að, ég meina, ég er ekkert að fara eitthvað að gera svona hluti en ég ætla ekki að láta eitthvað að hamla mig neitt. Ég bara gera það sem ég get og gera það bara með stærð. Ég held að eftir svo verður eldri, kannski og með barn þá er það ekkert mikið að pæla í að setja öðru slarir af því að börn í kringum þau gera það heldur ekki og svo leið og maður fer að verða eldri og þroskast og fólk fer að fara í ólíkar áttir og þá fer það að finna það að möguleikarnir og tækifæri sem hefur eru ekki þau sömu og hjá öðru fólki. Það er ekkert auðvelt að okkur heldur sem foreldra. Við erum ekkert, hann er alveg drefleður okkur. Já. Og það er ekkert auðvelt að fá sjúkraþjálfara, einhverja konur og koma hérna hverjum degi hjúkrunarfræðingar og koma honum á fætur eins og við segjum þó að segjum hann gæslappa. Og það er ekkert auðvelt að þurfa, að sleppa ákveðnum hlutum að því að hann getur ekki gert það. Þú ert kannski, áreitið er gífurlegt inn á heimilið, þú ert kannski að fá 4 til 5 manneskjur utanaðkomandi inn á heimilið hverjum einasta degi. Svoleiðis að áreitið er gífurlegt sko. Ég get aldrei fyllilega sett mig í haldsbór þó svo að ég get svona ímyndað mér að það sé örugglega svona ákveðin vonbrigði bara að og einhvern veginn náttúrulega örugglega sárindi stundum að þurfa að horfa upp á allt sem er að gerast sem hann vill alveg vera að taka þátt í og er alveg að taka þátt í einhverju leyti og það er bara einhvern veginn kannski þessi vonbrigði sem að felast bara í því að þurfa alltaf kannski að sitja og horfa á lífið til að þjóta fram á. Allir vinnir eru heilbrigðir. Ég á engan í rauninni svona góðan vinn sem er eitthvað fatlaður eða eitthvað og þegar ég er að pæla í hvað þeir geta gert eða eitthvað og ég get ekki gert þá bara reyni ég frekar að hugsa hvað ég get gert og þeir líka. Já, ég þakka bara persónulega fyrir allt að ég er heilbrigður. Og náttúrulega líka að vera svona mikið með fötluðum einstakling. Það breytir náttúrulega viðhorf þínu á sem sagt allan hópinn sem er svona... Til allra fatlaðra sko. Þannig að maður miklu meðvitaður til dæmis eldur en aðri sem er ekkert svona nánir einstaklingum eins og hann.
skilaboðin frá fólki einhvern veginn oft þannig að við verðum ekki fullorðin og við séum bara börn og stundum smitar það okkur líka. Sko, ég ekkert eitthvað að fara út að skemmta með vinnum á föstudagskvöldi eða eitthvað og ég mikið með mömmu og pappa og systkinum og þannig en það, ég hef alltaf verið og það ekkert eitthvað, var ekkert að breytast núna í fyrra eða eitthvað. Það alltaf verið og ég auðvitað getur verið pirrandi að vera alltaf heima. Og hann ekkert að velta sig mikið upp úr þess að verðist vera og einhvern veginn tekur á þessu á óbærslega mikill reisn, finnst mér. Og ég hef engar áhyggjur af honum, sko, og þegar ég veit bara að hann mun spjara sig á sinn hátt. Ég hef aldrei orðið eitthvað djöfullinn ég fatlaður eða eitthvað. Aldrei hugsað. Komin á því að það bara mótum, eða veist. Það ekki bara mikill tími sem fer í umönnun Ragnars Þórs. Það sem heilbrigðu fólki finnst sjálfsagt kostar fjölskylduna mikla fjármuni. Þessi 5 manna fjölskylda fór í ferðalag til Ameríku og þurfti að borga fyrir 14 flugsæti. Af þeim þurfti Ragnar 9. Og þetta bara farangur hans. Bara hans farangur, við erum ekki búin að pakka fyrir okkur. Fötin hans ekki komin heldur hérna. Við erum með marga hluti sem fara inn í vélina. Við erum með 2, hvað eru? 12 með stólnum. 12 með stólnum, en hvað fara margir hérna? 12 með stólnum. 12 með stólnum, en þetta bara handfarangur hérna? Já. Á sumardaginn fyrsta þá sögðu strákunum frá því að við ætluðum að fara í ferðalag. Við vorum búin að taka þessa afdrifaríka ákvörðun að fara og það var ekki eftir snúið af því að við vorum búin að segja strákunum frá því að við vorum að fara í ferðalag. En þetta ekkert búið auðvelt, ákvörðunartakan ekki auðvelt í fyrsta lagi. Það með alveg allir vita það, hún ekki auðvelt. En hitt að læknar og fleiri þeir bara mæla með við bara absolutt drífum. Við getum ekkert verið að fara að rukka fyrir það sem fylgir honum. Þannig að það tekið alveg tillit til þess að þið að fá marga farþega sem þurfa á svona sérþjónustu að halda? Það náttúrulega kemur alltaf fyrir. Eins og Orlando, þetta alveg vinsæll staður fyrir krakka sem fara eins og í Disney World og svoleiðis. Ef það var ekki svona ekki þess að fara út, þá myndi ég fara út miklu oftar. En málið bara eins og þegar hann komið til Ameríku, þá aðgengið 100% út í Ameríku. Það ekki á Íslandi. Já, þeir eru með alveg sætur 33, 4 og 5. Ok, frábært. Og þetta hérna fyrir sem sagt bara töskurnar, allt saman. Töskurnar. Já. Og þetta og miðanir hennar helgi. Já. Ég var búinn að hafa samband við eiginmanni yfir öryggiseftirlitinu og svoleiðis að þetta gengur ljúft og við fáum eskort alveg gegnum flugstöðina alveg að flugvél. Það var eitthvað leitað á þér og stólnum og svona? Já, það var eitthvað svona lítið leit, en allt góður. Það var, engin svaka aðtökk. Ragnar í sjúkraflugi og það tekur 9 flugsæti og við þurfum bara að borga það. Við erum stórkunnar hjá Icelandair og svo náttúrulega aukalega okkar sæti. Þegar ég búinn að taka stákinn úr stólnum og búinn að setja hann inn í flugvél, þá fer ég að fara með stólinn inn í flugvél. Spurningin hvort að stólinn fari ekki auðvitað bara rökkur til stýrstöðulegir og Heilsunar Ragnars getur ekki borgað með peningum, en svona flugferð alveg hægt að finna peninga til að borga til.
Hann er náttúrulega með sér pínu, hann er bæði léttur og óbúslega viðkvæmur eins og sjáum þegar það var að halda á hann með inn sko. Og það má ekki reka lappirnar utan í neitt sko. Og svo erum við náttúrulega með okkar súrefnisvél og alla græðir ef það þurfum að halda. Við vonumst til þess að þurfa öll að halda. Ragnar Þór skrifaði grein í tímarit félagsins einstakra barna í vor. Þar vitnaði hann í bókina Eragon og sú tilvitnun sem hann valdi lýsir kannski viðhorfið hans til lífsins best. Ég líti á þannig að ég er ekkert fatlaður eða ég er fatlaður en ég er ekkert eitthvað allan daginn eitthvað að væla og ég er fatlaður. Ég er bara það og þú verður bara að lifa með því. Ragnar Þór hefur hlotið viðurkenningu fyrir námsárangur. Hér er hann ásamt Klöru að læra fyrir skólan. Fyrst þetta er reynúður. Hvað er þetta fyrsta? Bæri, náttúrulega. Bæri 0,0? Já. Hugsið þið dauðann þegar að... Já, við bara diskuterum þetta, þú veist, en ekkert... Ef við þurfum að velta okkur mikið upp úr því að þá værum við náttúrulega ekki hér. Þá værum við eftirlega bara komin á geðdeildina, sko. Við erum ekki við veltum ekki mikið upp úr negatífum hlutum eða þessum endalegum hlutum. Ég pældi á hann, alltaf eftir hann. Og þú þá bara drefti, á döður, skiptir í máli. Lífið okkar snýst þarfir og þarfir Ragnars. Og bræður hans hafa alveg fundið fyrir því. Ragnar náttúrulega býr við ansi mikla og er í alvarlegri stöðu með sinn sjúkdóm og hann hefur mjög litla og takmarkað hreyfigeta eins og þegar við séð. En hann er bara svo jákvæður og hann er svo duglegur og þau eru svo kröftug öll sömur að vinna að hans málum að hann er ótrúlega vel settur og segja orða það svo í sínum erfiðleikum. Sætt. Leggst. Róleg. Ég plana ekkert hlutum að framtíðin er bara framtíðin, ég meina hvort sem að ég verð stuttarður eða síðarður eða hvað hann verður, þá verður það bara. Rólega. Ég ætla að fara að fá bíl svona bara og þá væri ég svona aðeins frelsari. Þá geta vinnin gert og annað slíkt, sko. Það er yfirleitt margir í mat á heimilinu og það er lögð mikil áhersla á að öll fjölskyldan borði saman. Klukkan er að verða 11 og Klara býr Ragnar undir svefninn. Já, rólega hluta. Já. Stík þakklast bara fyrir hvað að ég get hugsað og bara, já, ég veit ekki.